þessum fyrirlestri ætlum við að fara yfir merkingafræði. Merkingafræði þegar við erum að skrifa HTML og við pössum upp á það að velja þau element sem við notum til þess að merkja gögnin okkar aðeins til þess að tjá merkingu gagnanna sjálfra en ekki fyrir þá framsetningu sem við erum að sækjast eftir. Fyrir framsetningu á gögnunum, hvernig viljum við að það líti út, því stýrum við með CSS og fáum því hreina skiptingu á milli efnis og útlits. Það eru mjög mörg element til sem skilgreina einhverja merkingu en annars getum við notað einhver almenn element sem skilgreina í eðli sínu ekki einhverja merkingu en einnig getum við líka ljáð elementum frekari merkingum með því að nota attributes. Dæmi þetta það að hér höfum við einhvers konar fyrirsögn og einhver texta sem fylgir, einhverja setningu. Getum ímyndað að þetta sé töluvert meiri text en þetta, en það sem við viljum fá út eitthvað sem lítur svona út. Feitletraða, einhvern veginn útdregna fyrirsögnina og síðan texta sem fylgir á eftir. En ef við skoðum þetta þá það í eðli sínu engin merking fólgin í því að setja B-elementi utan fyrirsögn. Það vil svo til að flestir vafarar birta þetta sem feitletraðan texta og ef við myndum ekki hafa síðan þetta B hér til þess að búa til line break þá kæmi þessi texti allir í belg og biðu. En rétt leið til þess að setja þetta upp væri að nota fyrirsagnar element H1 til H6 til þess að merkja fyrirsögnina og P-element til þess að merkja setninguna sem fylgir þar á eftir. Og þó svo að það sé einhver aðeins munur á því hvernig þetta birtist, þá fáum við sömu birtingu og að ofan í eðli sínu. Við fáum fyrirsögnina sem sérstakt eitthvað sem stendur út og textin fylgir á eftir. Hér mun meiri merkingafræði notuð til þess að merkja efnið okkar á móti því sem hér. En þetta eitt af fyrstu dæmunum það hvernig merkingafræði gat verið notuð og þetta kallað bed and breakfast markup alveg frá árinu 2002. Af hverju erum við að spá í merkingafræði? Jú, við viljum aðskilja milli merkingar og útlits og það gerir okkur auðveldara að breyta öðru án þess að hafa áhrif á hitt. Þannig að við getum breytt efninu, við getum breytt textanum, við getum endurraðað á einhvern hátt elementunum sem við notum til þess að merkja efnið okkar án þess að það hafi einhver áhrif á útlitið. En ef við værum með þetta allt blanda saman þá getur það orðið að vera og að samanskapi getum við líka breytt útlitinu án þess að þurfa að breyta því hvernig efnið okkar merkt. Og þetta getur gert það að verkum að viðhald verður einfaldara en allar breytingar í hugbúnaði eru mjög dýrar. Góð merkingafræði getur líka aukið aðgengi af efnum að því leyti að ef við merkjum eitthvað sem til dæmis fyrirsögn þá það augljóst fyrir til dæmis skjálausara að það fyrirsögn og öðruvísi en bara einhver texti sem merktur til þess að vera feitletraður. Síðan það ekki bara manneskjur sem horfa og skoða vefinn með augunum sínum, heldur eru líka vélar sem skoða vefi og þá getur merkingafræðilega rétt HTML gefið þeim kost á því að draga betri ályktanir efnið sem við erum með sem getur þá bæði gagnast okkur sem aðeins sem að halda úti vef og þeim sem eru að leita sér einhverjum upplýsingum. Dæmi þetta til dæmis Google-botinn sem sækir og finnur alla vefsíður fyrir Google, Pocket og Instapaper, þjónustur sem að vista greinar til þess að lesa á öðrum tíma og þá í öðru umhverfi sem oft það sem fólk að sækjast eftir. Það vill ekki vera með allar auglýsingarnar eða óþarfan í kringum og readability sem sérhæfir sig sérlega í þessu. Vafarar geta síðan birt efni sem við merkjum einhvern veginn á nytsamlegan hátt sem að okkur sem höfundum hefði aldrei dottið í hug. Ef við notum rétt merkingafræði þá getur komið einhver vafri sem að gera það auðveldara að
horfa á vídeo eða hlusta á hljóð. Við vitum einfaldlega ekki hvað getur gerst en við ljáum efni okkar eins mikilli merkingu og við getum. Og svo það snyrtilegra og faglegra. Áður fyrr var merkingu og framsetningu blanda óhyggað saman. Fólk nýtti sér töflur ásamt ósýnilegum myndum til þess að stýra útliti. En það var líka einfaldlega til þess að komast að því hvernig við gátum nota vefinn. Þetta voru tilraunir sem urðu að vera gerðar til þess að við fengjum eitthvað betra en síðan þroskuðust við frá þessu. Font element var notað til að stýra stærð og lit á letri og vegna þess hve vafrar í dag eru vel samhæfðir við fyrri staðla þá getum við ennþá skoðað og hort og neytt fjörgamals HTML sem enginn ætti að nota. Til dæmis skrollandi efni sem á einhver tímapunkti þótti mjög mikilvægt en sést sem betur fyrir ekki lengur í dag. Element sem voru til en í dag úreld samkvæmt staðlinum til dæmis center og font sem voru aðeins notuð til þess að birta og einnig búið að fjarlægja attribute sem á sama meði voru aðeins til þess að segja hlut hvernig það átti að birtast. Til dæmis align, background, big color sem var til þess að skilgreina bakgrunnslit og border á hinum ýmsu hlutum. Sem sagt, þegar við hugsum merkingafræði og skrifum HTML, þá viljum við skrifa HTML þannig að það beri merkingu, stýra framsetningu á útlitinu með CSS og fá þannig hreina skiptingu milli efnis og útlits. Í þessari umræðu koma oft upp spurningar það hvað ámar raun að vera að nota en þegar við höfum ekkert annað þá notum við oft div og span sem eru ómerkingabæra element en notum við þegar við finnum ekkert annað. Div stendur fyrir division, það skiptir síðan einhvern hátt. Það block level sem kemur í ljós hvernig virkar í CSS en það fyllir út í lárétt pláss foreldri síns og span merkir texta, það inline element og fellur inn í nærliggjandi texta. Síðan merkingafræðileg siðvendni eða merkingafræðileg púratismi verðum við alltaf að vera 100% merkingafræðilegt, alltaf vera 100% merkingafræðilega rétt og má aldrei nota div eða span. Nei, en við höfum merkingafræði, semantics í huga og gerum okkar besta. Við einbeitum okkur að því að skrifa snyrtilegt og gott HTML og við eyðum ekki of löngum tíma í að finna hið eina rétta element við notum div eða span ef svo ber við. Við bara gerum okkar besta.